Já, við erum með vegan-gerðina sem brandari sem okkur fannst vera of fyndin til að sleppa og við erum að búa til vegan matvæli og fyrsta varan okkar sem fór í verslanir hjá Bónus og Hagkaup veganstekin, hátíðarstekin okkar og hún úr þriðjungi úr tempe sem okkar svona kjarnavara sem við ætlum að nota í fleiri vörur í framtíðinni og við fengum þessu hugmynd árið 2019 og Kristján frétti frá vini sinu sem býr í Kaupmannahöfn að hann var að búa til eitthvað sem heitir tempe og Kristján fannst þetta aðbara hugmynd þannig að við hann skellti sér. Fyrst fórum við reyndar til Berlín á Fleetwood Mac tónleika saman og svo fór hann í smá læri út í Kaupen hjá Davíð vini sinum og lærði að búa til tempe og tempe svona gerjuð matvara sem hægt að búa til úr einhverju sem kolvetnaríkt eins og baunum eða kornmeti og eins og með annað að gera þá gerast svona töfrar og úr verður svona hleifur sem hægt að nota í staðinn fyrir þetta séu lausar baunir eða laust korn þá verður þetta svona þykkur hleifur og þetta getum við notað í ýmiss konar matargerð og þetta mjög vinsæl matvara og hún einmitt með mjög lágt umhverfisspor sem svona eitt af okkar lykilþemum í framleiðslunni. Við viljum vera eins sjálfbær og hægt í framleiðslu og við erum þess vegna líka að nota íslenskt bygg, lífrænt bygg. Þannig að við flytjum næstum í ekkert inn til þess að búa til okkar vörur og það svona okkar markmið. Og við erum búin að vera að þessu síðan 2019 og fórum í gullleikið, þar vorum við val fólksins og fórum svo áfram til Sjávar og Sveita og tókum svona þátt í uppsprettunni og náðum loksins að koma okkur á laggirnar, koma okkur á fætur, stofna fyrirtæki og fá okkur kennitölu og bankareikning og fara af stað og fórum í verslanir núna fyrir jól og gekk bara mjög vel. Helsta áskorun, það hefur verið á að finna rétta fólkið sem að leiðbeina okkur hvað við eigum að gera og hvert við eigum að fara. Því að þegar maður fær hugmynd, ég ætla að fara að búa til matvöru, þetta ógeðslega gott sem ég að búa til en hvernig get ég farið með þessi matvöru út í búð og selt hana? Þú fer ekkert í eldhúsinu og ferð heim, þú ert að finna eldhús sem er vottað og þú ert að komast að því hvað í matnum, svo mikið af greiningum og vísindum inn í þessum að venjulegt fólk hefur ekkert endilega hugmynd hvað á að gera. Þannig að í gegnum þessa hraðalega sem við fórum í þá hittum við mikið af fólki sem gat leiðbeint okkur og svo komum við í uppáhaldsstofu og fengum mikið af góðum hugmyndum og það það er mikið á stíðu að finna rétta fólki sem getur sagt þér tala við þennan, hann veit hvað þú ert að tala við næst. Styrkurinn gerir okkur kleift að kaupa ýmislegt sem við okkur vantaði. Við höfum fengið styrk frá Matvælasjóð og flestir styrkir frá henni opinbera verulega takmarkaðir, þú mátt eiginlega bara nota það í laun. Þú mátt ekki kaupa hráefni og við til dæmis þurftum mikið af hráefni til þess að prófa. Við þurfum að prófa batch og mæla heillutíma og fleira og þannig að þetta var ágætis vítamínsprauta fyrir okkur til þess að komast á næsta stað í framleiðslunni og geta aðeins skala okkur upp. Sama hversu lítil hugmyndin eða stór eða hvert þú ert komin, alltaf bara að prófa að sækjum og bara sjá hvað gerist. Við hvert einasta umsóknarferli sem þú fer í gegnum, því betri verður næsta ferli og ekki gefast upp eftir eitt skipti, heldur bara að halda áfram. Ef þú hefur ástríðu fyrir þessu, endilega bara halda áfram að sækjum og einhverjum tímapunkti færðu já. Við höfum sótt mörgum stöðum og fengið nei og fengum þessi örfá já og það eru þau sem skipta máli. Og svo líka náttúrulega tala hugmyndina þína. Ekki halda hugmyndinni sem leyndarmál og vera hræddur einhver annar myndi stela hugmyndinni. Ef þú talar ekki við annað fólk og farið hugmyndir og gagnrýni og þá fer hugmyndin ekki neitt. Þannig þú verður að fá gagnrýni og hugmyndir frá öðrum. Ég held að það sé mikið framtíð í sjálfbærri matvælaframleiðslu og því minna sem við þurfum í rauninni til þess að framleiða vöruna því betra fyrir framtíðina og veganvörur eins og þessi borðið af milljarði manna núna í dag í Suðaustur-Asíu og þarf ekki þarf miklu minna vatn og miklu minna af olíu og fleira til þess að framleiða sig. Þannig að ég held að vinsældir þessa vara munu aukast á næstunni og
Við ætlum að reyna að fara í pulsur úr Tempe og sem við erum hérna með hjá okkur. Beta-tilraun á þessu. Vorum bara að framleiða núna sundaginn og við ætlum að fara í borgarahleifa eða buff sem sagt. Já. Og ég segi alltaf hleifa. Og svo erum við vonandi núna á leiðin í verslanir með sem sagt fest Tempe, svona 500 gammal hleifa. Og við getum farið í alls konar áttir. Það líka hægt að taka vatni til dæmis, eins og þú varst að tala um áðan, Kristján. Að búið til áburð úr vatninu sem afgangs eftir að við erum búin að sjóða kornmetið eða baunmetið sem við notum. Þannig að það er ýmislegt fyrir okkar framtíð, held ég. Svona ein hugmynd, hún gefur frá sér fleiri hugmyndir. Það er eitt verkefni og það var alltaf komið grunnvöruna og allt í einu komið með fleiri vörur út frá því. Þannig að þetta er bara snjóbolti sem heldur áfram að rúlla.